Kalla. Já, feedback. Ég heyri tvöfaldi sjálfur mér. En já, verið velkomin inn í Coca-Cola bygga Kalla. Kannski takk ég við lýsingunum með hann, en ég heyri þetta líka mikið sjálfur mér. Við erum sem sagt komin hérna í viðureign Fjölnis 2 og Fram í Coca-Cola byggarnum. Kannski við rennum yfir liðin svona rétt á með... Vá, hvað þetta er óþægilegt. Það er rosalega óþægt að tala þegar þú heyrir sjálfur leið þú ert að tala. Já, það er svona 1 sekúndu delay. Já. En nú fyrir þetta að byrja. Í liði Fram í dag eru Valdimar Hákonarsson, Daniel Þór Guðmundsson, Þorgeir Bjarki Davíðsson, Ragnar Þór Kjartarsson, Sigurður Örn Þorsteinsson, Svanur Páll Vilhjálmsson, Davíð Stefán Reynisson, Róbert Árni Guðmundsson, Guðjón Andri Jónsson, Þorsteinn Gauti Hjálmarsson, Andri Björn Ómarsson, Andri Þór Helgason, #44, Lúðvík Þorberg Arnkelsson og Arnar Birkir Halldórsson. Í liði heimamanna eru síðan Andreas Örn Aðalsteinsson, Gísli Steinar Valmundsson, Heiðar Freyr Gestsson, Jón Brynjar Björnsson, Heimir Stefánsson, Arnar Freyr Reynisson, Bjarni Ólafsson, Bjarki Björgusson, Einar Hilmarsson, Albert Garðar Þráinsson, Þorvaldur Ingi Guðmundsson, Hlynur Már Guðmundsson og Arþór Örvar Ægisson. Og það eru framarar sem byrja hérna. Við erum alveg inni, eða ekki? Jú, við erum inni. Það er það framararnir hérna. Það er tapað fyrsta boltanum, Fjölnismenn ná honum. Hvernig heldur þessi leikur fari? Geta Fjölnisdrenginni strítt framurum einhverju ræði? Ég held að sé svolítið undir framurunum komið hvort að Fjölnis stríði þeim í dag eða ekki. Ef framararnir spila getur þá, nei, eiga Fjölnisstrákarnir ekki geta strítt þeim neitt. Það verður forvitnilegt að fylgjast með þessu. Já. Og þeir tapa boltanum. Þetta skal tekið á réttum stað. Það er... heyrist í okkur. Sekundu seinna komum við inn aftur. Arnar Birkir. Ragnar. Arnar Birkir, Ragnar. Eins og já. Nú er ég hættur að heyra í tvöfaldi sjálfur mér, það er mjög ágætt. Og Andreas með sitt fyrsta varðarskot í leiknum, glæsilega gert. Framarar halda samt boltanum, það er hótnarkast. Fjölnir ætla greinilega að byrja strax á að taka Arnar Birki úr umferð. Eðlilega. Mjög eðlilegt þar sem hann er klálega besti sóknarmaður þeirra, en vandamáli er þá að... Þetta var hins vegar mjög vel leyst hjá framarum. Ja, þeir eru náttúrulega, framararnir eru mjög góðir 5 móti 5 og eru með leikmenn sem geta alveg leyst það mjög auðveldlega. Þannig að ég veit ekki alveg hvort það sé réttur leikur að taka mannur umferð. Þeir geta kannski ekki gert það í allar 60. Nei, en ég segi, þetta er svona alltaf leið kannski að pröfa að brjóta þetta upp með að taka hann umferð. Mér láðist að segja hérna í byrjun hverju eru að dæma leik, en það er að sjálfsögðu sómadrengirnir Arnór Jón Sigurðsson og Patrik Maximilian Rittmúler. Já, eitthvað svoleiðis. Framararnir vinna hér boltan aftur, Ragnar skjótur fram, kemur honum á Guðjón Andra Jónsson sem fer hér í gegn og skorar. Kannski snúa myndalinn í átta leiknum. Fjölnisstrákarnir, það var nú gaman fyrir það að fara að koma boltanum í markið. Leiðilegt að svona hellast úr lestinni strax í byrjun. Það er alveg rétt. Ef þeir ætla að eiga einhvern séns þá verða þeir nú að halda þess í við á henni í byrjun. Já. Ef þeir missa á strax langt fram úr sér þá verður þetta þungt og örugglega leiðilegur dagur fyrir þá. Það er bara svona 45-10 dagar, eitthvað svoleiðis. Já.
Reynar þetta, komast í gegn og þetta Já, er vel gert. glæsilega gert. Arþór Örvar Ægisson kemur Fjölnismönnum á blað hér. Glæsilega gert. Það er nú nokkri leikmenn í þessu Fjölnisliði sem hafa spilað í fyrstdeildinni. Hægri hornamaðurinn er rauninni allir þeir sem spila úti hjá okkur, Jón Brynjar, Bjarni og Gilli og svo hann Hlynur sem er í hægra horninu. Þeir eiga allir leik í fyrstdeildin með Fjölni. Já, þeir kunna alveg ýmislegt fyrir sér í handbolta. Eitthvað aðeins allavega. En sé, við í þetta lið spilaði fyrir 3 árum held ég á móti Gróttu og náðu að gera ágætis leik út í. En Grótta var náttúrulega ekki með, þá voru þeir í fyrstdeildinni, Fram náttúrulega í Ólísdeildinni. En ég held að þau komu Gróttumöndum mjög óvart hvað við náðum að gera mikið leikur og þau voru líka orðin mjög pirraðir, sérstaklega þjálfarinn hjá Gróttu. Þarna geigar skoti hjá Jóni Brynjari og framarnir fara fram. Þetta er vel gert, en góð vörn hérna. Góð vörn. Það vantar nú skýrslu hérna, línumann nr. 17 hérna fram. Já, Tek eftir því hérna. Hljótum að finna út úr því hvað það er. komumst að í seinna hálfleik hver þetta er. Ára Ragnar, hann átti bara að fara þarna sjálfur. Góð vörn hjá Fjölnismenn núna. Já, eins og þeir að ná upp góður vörnu, þetta lítur alltaf leið út. Bjarki Björgvinsson virkar vígalegur þarna í hérsta varnarnar. Já, hann er, Ekkert lamb að leika sér við. nei, hann er ekkert alveg loka því að það er ekki gaman að lenda á honum. Fáum við fyrsta gula spjaldið, það hlaut að koma að því. Já, það er... Arnar Birgir, þeir tapa boltanum. Vel gert í Bjarka og hraðaði hlaup og svolítið lengi að þessu. Þetta er heimskulegt skot. Þetta var svona, hvað ég var að segja, það var ekki ólýstilda fílingur yfir þessu. Nei. Arnar Birgir út í hornið á Guðjón sem skýtur yfir. Eins og ég held að Andreas sé búinn að ég held að markmann hinum en sé ekki búinn að verja, það er ekki rétt Nei, með nei. það. Andreas tók hérna bolta. Tók 1 bolta á hann. Ég held að þessi eina, var það skotið sem er komið inn á leik? Ég held það líka. 33% markaslag, Andreas getur verið sáttur með það. Já, hann er eiga stórleik. Eins og svo sérst þá eru kannski framarinn ekki að spila alveg sínu sterkasta liði hérna. Nei, nei. En það er nokkuð ljóst ef að... Hér ver Daniel Þór Guðmundsson sitt fyrsta skot. Já, þá var hann komið 50% markaslag. Já, já. Það var Arnar Birgir út í horna á Guðjón og nú skorar hann sitt annað mark í leiknum. Kom sér á blað hér að hvort hann skoraði fyrsta annað mark framara í leiknum og hér er hann kominn aftur. Annað mark í kvöld, Guðjón Andri Jónsson. Og það var Arþór Örvar Ægisson sem fekk gula spilda á hann. Heyri ég dómarann segja hérna við ritaraborði. Já, eins og hann lenti náttúrulega aftar í Arnari Birki hana. Já. Sleppti réttum tíma en hann slapp með að fá bara gult. Þetta er hins vegar vel spilað en skotið í stána. Já, eins og ég er samt sáttir með að fá þetta skot. Með menn er að koma sér í færi. Þá framararnir. Þetta er bara ruðningur. Já, bara góð vörn. Staðan 3-1 fyrir Fram þegar 7 mínútur og 40 sekundur eru á klukkunni. Nú er bróðir Silfur medalíu hafa komin inn á. Þorri Birgir. Hann heitir ekki Þorri Birgir, hann er Þorvaldur Ingi. Hver er bróður hans? Ingimundur Ingimundarsson. Já, það er ekkert annað. Það er einhver árakstur en Gísli Steinar Valmundsson stendur þetta af sér. Já. Og það taka framar á bara leikli. Já, ég sé,
efast að hann sé neitt rosalega sáttur við leikinu á sínu liði þjálfari Fram. Nei. Þeir eru búin að skora 3 mörk hérna núna á okkur 8 mínútum, það er ekki sérstaklega mikið. Nei. Hann svona væntanlega biður sína mönnum að fara að taka þessu af smá alvöru. Það þarf að spila þessa leiki líka þó að Fram sé vissulega töluvert sterkara liði hérna. Ég held að menn komi svolítið með hálfum huginn í leik. Það er mjög eðlilegt að mæta utandeildarliði og komi svolítið með hálfum huginn í leikinn. Þú sér meira þess að þjálfararnir aðstofþjálfarinn hjá Fram, Hallgrímur Júlíusson er svona eitthvað bara gantastu í svona gamnislafi leikmennar sína. Kannski ekki, það er erfitt að búast við að leikmennir þínir geti tekið svo alvarlega að þjálfarinn geta ekki sjálfur. Nákvæmlega, það er hárrétt. Sjáum hér Arnór Jón dómari horfir hér hýrum augum á dóminu og skjábréf á riddaraborðinu. Velti fyrir sér Mikill dómurasmaður líka. hvort að hann fái þau fyrir velunum störf hér í dag. Hvernig pizza heldur að fá á sér? Hann, ég held að hann sé surprise maður, sko. Já, það gæti verið. Hann er annarkvort prinsessa eða surprise. Það er Já. bara- En aftur að leiknum, Framarar hér í sókn. Ragnar kemur honum inn á línuna og þetta er víti. Lítið við þess að segja. Og, Það var engin hjálpaður þarna. nei. Ég held hann verji, Andreas. Hann tekur þetta. Þeir eru með mjög skemmtilegt veðmál, hann og Jón Brynjar Björnsson. Hvernig það? Ef Andreas verður víti í leiknum þá þarf hann að dabba. Og ef Jón Brynjar skorar á fyrstu 10 mínútunum þá þarf hann að dabba líka. Já, þannig að hann þarf að skora helst bara núna. Já, það verður mjög fínt því ég væri mjög til í að sjá hann dabba hérna og fagna markinu sínu. Ég lýsti leik hérna seinustu helgi þegar Fjölnir spilaði við HK í fyrstdeildinni og þá tók Donni dabbið. Það var mjög skemmtilegt. Já. Þeir hátt yfir. Þeir eru fljótir Framararnir hér að koma upp. Þetta er allt og auðvelt og ég held að þetta sé hann Davíð Stefán Reynisson sem er skráður með 14 á skýrslu, númer 17 inn á vellinum. Heyrum það ég er frá riddaraborðinu. Okkar besta manni Tokka að þetta er Davíð Stefán Reynisson. Ég held reyndar að hann sé kominn á mækinn hann drengur. Æja, Það er mikill synd að missa Tokka af mæknum. það er hárið. Nei. Þeir flauta ekkert þetta. Það var nú nálægt í að setja hann inn þarna aftur handarskotið en Þetta hefur verið skemmtilegt mark. En það er komið miklu meira tempo eftir leikliði hjá Fram. Miklu betra frá þeim eftir leikliði. Þannig að tapar hins vegar boltanum. Fjölnismenn er ekkert að spretta fram í sókn. Nei, enda þau eru að taka skiptingu og þeir eru klálega í verra formi heldur en Framliði. Það er hárið. Þetta er vel varið hjá Daniel í markinu. Heldur boltanum og nú gætu leiðir farið að skiljast. Vá, Bjarki heppinn hana. Framarar halda boltanum áfram. Arnar Birkir ekki ennþá komin á blað. Hún hefur verið meiri í því að reyna að mata liðsfélaga sína í þessum leik. Já. Guðjón, hann er hins vegar komin á blað og setur hér sitt 3. mark í leiknum. Þetta er orðið ansi erfitt fyrir Fjölnisdrengi. Staðan 6-1 eftir 11 mínútur. Já, eins og ég líka, skotin sem við erum að taka eru kannski ekki alveg. Erfitt líka að finna opnanir. Eins og ég veist, það er líka bara skotin sem við erum að taka eru mjög oft allt of fljótt tekin og þetta er ekki sérstök skot. Nei, það er á rétt. Ég vil hins vegar sjá Jón Brynjar fara að skora. Ég vil fá dabb frá honum. Já, eins og ég... Mér er skít samátt að það sé meir en 10 mínútur komnar.
Þessi líka staðan líka svo að ef Fjölnir vill eiga eitthvað séns í þetta þá er Jón Brynjar að skora svona 8 mörk í þessum leik. Það er hárrétt. Þannig að hann sé ekki ennþá búinn að skora 12 mínútur búnar er ekki gott fyrir Fjölnir. Nei, menn verða líka að grípa boltan. Heyrðu, þarna fóru Fjölnismenn illa ráðið sínu en ná hér að stoppa Arnarbyrki. Þetta er svona alveg þvingað hjá Fjölnisstyrkjunum, það verður að segja. Þetta er ekki menn í kannski ólýstil dræfingu. Ég verið að afsaka ef klukkan er eitthvað aðeins vitlaus. Ég er með bullandi ADHD og mjög erfitt með að gera tólítið í einu, þannig að ég mun reyna mitt besta að hafa klukkuna rétta. Já, þú ert á klukkunni líka? Já, það er of mikið fyrir mann eins og mig. Fyrst Fjölnismenn oft ná... Nei, þarna fer Ragnar full auðvitað gegn. Ég var að fara að segja að mér finnst þeir stundum Fjölnismennirnir ná svona ágætri uppstilltri vörn en þarna allavega klikkaði hún. Já, eins og vörnin hafði með verið allt í lagi. Að fá 7 mörk á sig á 13 mínútum móti Fram er ekkert slæm. Nei. En þeir þurfa samt að, þetta er svona 90% af vörninni er fín, svo kemur þessi 10% og þá fá þeir mark á sig. En sóknarleikurinn hefur ekki verið upp á marga fiska hjá þeim. Hérna hins vegar komast þeir vel í gegn og fá vítakast. Ég ætla Jón Brynjar á punktinn. Við viljum Jón Brynjar á punktinn. Við viljum Jón Brynjar á punktinn. En okkur verður líklega ekki að óska okkar. Það er hann Bjarni Ólafsson sem ætlar að reyna fyrir sér á punktinum. Þetta er nokkuð örugt hjá honum. Skora sitt fyrsta mark í leiknum og annað mark Fjölnisdrengja. Framarar einmitt unnu aðaleg Fjölnis í fyrstu umferð í bikarnum í þessu húsi. Þannig að þeim eru farnir að þekkja ágætlega til hérna. Já, það var hörku leikur milli Fjölnir 1 og Fram. Hefur henni getað farið báðar áttir. Þetta var mjög vel gert hjá Lúðvík Arkilsinni. Ég persónulega kalla eftir að þeir fari í flata 6-0 vörn. Pröfuðu það Fjölnir því að þeir hafa enga að tapa. 90% af mörkunum er að koma í gegnumbróti eða á línusendingu. Hér reynir Brynjar að fara í gegn, stoppa svona frekar auðvitað. Og Gísli hér aftur. Skotir upp á svo langt frá að vera á ramman. Ég held að hann sé að reyna þetta í þriðja sinn í leiknum. Þetta er ekkert að ganga. Fín vörn hérna á framvörunum. Þetta er allt og auðvelt. Guðjón Andri Jónsson skoraði sitt 4. mark í leiknum. Þetta er ekki vanlegt til árangurs. Fjölnismenn hérna fara í gang. Gísli, Bjarni og kasta boltanum hér á milli sín. Hvort það sé ekki Albert Garðar hérna úti þar að megin. Þetta er eins og vel gert og listilegt mark hjá Gísla Steinari Valmundarsyni og Guðjón fari í kjölfarið 2 mínútna brottvísun. Nú taka áhorfendur við sér. 3. mark Fjölnismanna og fyrsta 2 mínútna brottvísun. Framara staðreynd. Þetta er að vera bara leikur. Gísli númer 2 og Guðjón númer 18 hjá Fram sem fekk 2 mínútna brottvísun. Þá er allt eins og að vera á klukkunni og
Þetta var listilega vel gert hjá Gísla þetta mark. Já, það var mjög vel gert hjá honum. Eins og hann kann alveg handbolta þessi strákur. Nú sjáum við að það er komin eitt risinn í viðbót inn á við Alberti. Já. Nú ekki... Þetta er hins vegar allt öðruð. Líka ánægð með hárbandið hjá Alberti. Þetta er að detta út í dag en það eru menn sem halda þessu inni. Já, það er alltaf gaman að þeirra menn eru með hárband. Það er aðalega Albert og svo LeBron James sem halda upp í vörnum hárbandsins í nútíma íþróttum. Já. Svo kallaðir kyndilberar ef svo mórið komast. Gísli á Albert. Gísli hér með 4. skotið sitt yfir markið í þessu leik. Já, þegar hann stökku upp fyrir utan, það er ekki að ganga nógu vel hjá honum. Það er aðeins að stilla byssurnar. Já. Sérstaklega þegar við erum einum fleiri þá náttúrulega eigum við ekki verið að fara í skot og utan. Það er að tapa þessum kafla 1-0. Þetta er náttúrulega alveg... Og þessi lakinn. Þessi lakinn. Ég vil nú meina að Andreas átt að verja þennan. Já, hann veit að sjálfur hann átt að verja þetta. Staðan 11-3. Uppfara klukkuna, staðan er 11-3. Þá eru orðnir jafnmargir inn á. Fjölnismenn töpu kaflanum manni fleiri 2-0. Þetta er hins vegar vel gert hjá Bjarna Ólafssoni. Já! Númer 14, Bjarni Ólafsson. Eins og hann er svolítið mikið í þessu skoti en háurinn hefur verið að verja þetta og næstíu búinn að verja þetta þarna en hann endaði svona skemmtilega upp í samskiptunum. Já, vel gert hjá honum. Þá voru Fjölnismenn nálægt í að vinna boltan. Framarar hins vegar fengu aukakast. Eins og ég fór aðeins inn út þá var ég að skamma þjálfarann hjá Fjölni 2 fyrir að vera ennþá í þessari 5-1 vörn. Já. Þú veist ekkert alltaf annað að ég ætla að breyta því. Nei. Þorgeir Bjarki Davíðsson. Ég skil ekki okkur fara ekki 6-0 með Bjarka og Albert í þristunum. Þannig enginn fór að skjóta við þá. Nei, það væri, eins og ég segi, þeir tapa ekki á því að prófa því. Sérstaklega menn Arnar Birkir eru út af þar sem þeir eru mjög hræddir við hann. Og mér reiknast til að þetta sé 7. skotið sem fyrir yfir markið hjá Fjölnismönnum í leiknum. Albert reyndi hér, gekk ekki. Framararnir leita hér að glufum í vörninni. Það gengur ekki, Andreas nær boltanum og Fjölnismenn, ja, við getum ekki sagt að það er keyri beinlínis í sókn en þeir halda í sókn allavega. Já, það verður seint sagt að það sé mikið að keyra í sókninu hérna. Þeir eru ekki að bjóða upp á hátt tempo hérna. Nú á hann bara að fara upp strákurinn og þetta er hot, en 8. skot Fjölnismanna yfir á 20 mínútum. Já, eins og þeir verða að ná þessu niður. Þeir verða að hitta markið en láta markmann hafa fyrir að verja þetta. Ef markið væri svona 15 cm hærra þá værum við bara í hörkuleik. Já, það er alveg rétt. Þá værum við bara í mjög jöfnum og skemmtilegum leik hérna. Mjög skemmtilegt að íþróttirinn eru mættir að taka þennan leik. Ég veit ekki alveg til hvað ég senda en það er mál. Ég missi ekki á svona stórleik. Magnaðandast ekki bara bitni þar í HG og blúsandi stuði. Þetta er vel gert. Jón Bjarni hér með sitt 3. mark í leiknum. Já, hann er svolítið búinn að, maður getur sagt að hann sé búinn að draga vagninn sóknarlega
fyrir Fjölni. Herru, nú eru það sem ég er búinn að vera að kalla eftir. 6-0 með turnana í þristunum. Núna snýst leikurinn. Nú snýst leikurinn. Fullir það. Ánægður með Ríkissjónvarpið að koma hér og fylgjast með þessum leik. Þetta er náttúrulega svo lélegt að það hálfa að vera hellingur. Þeir bara buðu honum í gegn þarna. Þorberg Axelsson. 13-5. Núna ver Daniel frá Bjarna, ágætis tilraun að síður. Já, þetta er alltaf í skot, en þetta má samt ekki vera eina sem við erum að gera, sko. Nei. Það ég held að þetta sé, fjórða sókn í röð sem hann klárar með nákvæmlega eins skoti, þykist alltaf að gefa og fer í kringlu skoti einhvern veginn. Við erum að fá okk frá fleirum til að vörnin hjá þeim hreyfist eitthvað. Það var Arnar, þetta er vel gert, en skotið yfir hjá Andra Birni Ómarsinni. Engu að síður hornkast, svo áfram er boltinn í höndum framara. Já. Þorsteinn Gauti á Lúvík. Hann fyrir bara sjálfur. Albert tók þennan bolta. Já. Ég var að skrá varið skot á hann. Þetta var eiginlega varið. Þetta var mjög vel varið. Það var líka, hann var komin lengst inn í teig með hendina. En þetta er alltaf auðvitað. Lúvík hér. Lúvík Þorberg Axelsson. Eins og þeir eru bara að keyra basically á það. Þetta er mjög einfalt. Er nú bara þekki ekki nægilega til. Það er engin varamarkmaður á bekknum hjá. Nei, það er engin varamarkmaður á bekknum. Ef það væri varamarkmaður á bekknum, það var spurning að fara að láta hann hreyfa sig. Já, en það var tekið svona ákveðurinn að fara bara með einn markmann inn í þetta. Þannig að Andreas þarf að standa þarna milli stangana gegn súrt og sætt. Það er svoleiðis. Það er svoleiðis. Komið með eitt skot vari hér á 23 mínútum. Þetta er eitthvað aðeins komið niður fyrir 33% núna, en nú viljum við sjá dabbið hjá Jón Brynjari sem skoraði. Það fáum ekki dabb. Það er ekki dabb. Nei, hann hefur greinilega ákveðið það sem við erum að tapa svo mikið að fá ekki dabb. Ég þarf að ræða þetta við hann eftir leik. Þetta verður rætt í hálfleik og hann kemur með það bara í seinni hálfleik. Þá er það Fjölnismennirnir. Jón Brynjar hér komin aftur inn á í sóknuna. Albert og Gísli með honum fyrir utan. Andreas er klárlega komið niður fyrir 33% í markværslu núna. Það var Albert. Þetta var vel gert! Albert hefur séð fucking hárbandi mitt Þráinsson með glæsilegt mark. Maðurinn er 2 og eitthvað. Þú veist, ef hann lyftir sér upp, þá er enginn að fara að verja þetta í hávörn hjá hann. Nei. Þú veist, þegar hendina á hann er komin alveg upp í loftið, þá er hann komin í 4 metra. Algjörlega. Nú, hérna er þetta víti og hvað? 2 mínútur á Albert. Menn hér í stúkunni ósáttir við þennan dóm, en Andri #44 Helgason mætir hér á punktinn í að því virðist sokkabuxum og skorar að öryggi. Í hverju er hann? Þetta vil ég ekki sjá í handbolta. Hann er í svona Under Armour hlaupabuxum einhverjum. Já, þetta er ekki alveg máli. Nei, ég get alveg verið sammála því. En staðan er 7-15 og Fjölnismenn taka leikli. Ég myndi nú bara segja fyrir mitt leyti þá sé þetta nú bara ágætis leikur hjá þeim. Já, þetta er að lagast. Þetta var rosalega erfitt framan af fyrri hálfleik í sókninni. Staðan á kafla svona 7-8-1. En þeir hafa nú svona, eins og ég segi, þeir spila alla leikir eins og þeir hafa spilað seinustu 5-10 mínútur. Þá væri kannski og væri staðan aðeins önnur. Líka bara, þú veist, sókninni byrjaði að ganga þeim. Það gekk ekkert sóknilega hjá þeim
byrjunum leiksins Nei. og þannig að það er náttúrulega bara 6 skotunum sem við tökum. Nei. Þannig að fyrir utan náttúrulega markið sem við skorum, en þetta er bara, ef skotin væri betri, vorum allan að láta markmann hafa fyrir því að markmann er ekki búinn að verja mikið á fram. Nei, ekki neitt. Jú, 3-4 skot. Þannig að hann er búinn að taka 3-4 skot, en það er ekki mikið. Þá hefst fjörið á ný. Já. Geta minnka munið hér niður í 7 mörk. En Gísli tapar boltanum. Og þetta hlýtur að vera mark. Já. Þorgeir Bjarki Davíðsson kemur sér á blað. Nei, hann er að skora sitt 3. mark. 16-7 staðan orðin. Eins og það er, ef það er eitthvað sem fyrir taugarnar á mér, að þá er það menn sem tapar boltanum, standa og hrista hausinn og nenni ekki að drulla sér tilbaka. Það er hrikalegt. Eins og Arþór hann stóð, hann var aftasti maður á vellinum, markmaðurinn er fram og komið fyrir fram að hann. Algjörlega. Þetta er hins vegar vel gert, Arþór Örvar Ægisson hér. Lagar þetta 8-16 en staðan orðin. Já. Arþór Örvar Ægisson. Helmingsmunur. Það er ágætlega mætt á þennan leik, svona meira en ég leyfði mér að vona allavega. Og okkar maður Andrés kominn með sitt annað varðarskot í leiknum. Þetta er hrikalega hávaxinn hornamaður. Ekkert smá. Andri Björn Ómarsson fór hér í gegn. En Andrés varði. Já, loksins að byrja að verja eitthvað aftur. Ég vil ekki að segja að núna sé búið að loka búrunum bara. Það væri mjög gaman, en ég ætla ekki að... Kannski maður setja ekki pening á það. Nei, ég myndi ekki setja pening á það. Jæja, nú Gísli hérna. Þetta er glæsilega vel gert. Það er vel gert Arþór hana. Arþór Örvar, þeir eru búin að skora 2 mörk í röð. Það er bara Arþór nálægt. hann greinilega heyrði í mér og hann að ég tróði hann sokk upp í mig fyrir að vera skamman hann fyrir að drulla sig ekki tilbaka á hann. Nákvæmlega. En ég hef alltaf gaman að þegar menn tróða sokk. Já. Og hér geta Fjölnismenn bara komast á raun. Þeir eru búin að skora 2 mörk í röð og vinna hér boltan. Þetta er sett sitt 3. í röð. Það væri skemmtilegt að ef við myndum taka 1 í viðbót. Aðeins að jafna leikinn. Það var líka gaman að fá 1 frá Jónbyrjunni, það væri mjög skemmtilegt. Já, var það. Ég var líka til í að fá Dabbi sem var búið að lofa mér hérna. Já, Þetta er vel gert. Munið að litlu þarna að læða boltanum yfir á Arþór. Gísli hins vegar gerir það og... Nei, Daniel Ver. Ágætlega gert samt til Fjölnismönnum en hann er ekkert að flýta sér tilbaka núna, drengurinn. Eitthvað sem alveg skiljalegt, hann var náttúrulega var að fara í gegn hér í meginn, þannig að hann kláraði með skoti sem er, þú kláraði með skoti, þá máttu alveg vera aðeins lengur tilbaka, en þegar þú missir boltan klaufalega þá áttu að vera fyrsti maður til að taka sprettinn heim. Þetta er beint á Daniel. Þorgeir Bjarki hér með sitt 4. mark.
Þeir svöruðu tilbaka bara með tveimur í röð framararnir. Það var nú ágætt fyrir Fjölnismenn að skora hér 1 í viðbót fyrir hálfleik og fara með 10 mörk inn í seinni hálfleikinn. Það var nú ágætt að skora 10. Það er sterkt að fara með tveggjastafa inn í seinni hálfleik. Aukakast og tvistur. Arnar Birgir fær 2 mínútna brottvísun. Hann glotti eiginlega bara að þessu þegar hann labbaði út af. Ég veit ekki alveg fyrir hvað hann var að fá 2 mínútna brottvísun. Ég vil meina að hann hafi ítt eitthvað í baki á honum hana. Meira að segja að Guðmundur Helgi þjálfari fram, hristi bara hausinn og brosir. Væri líklega reiður ef staðan var ekki 18-9. Já, þá væri aðeins annar tónnin í honum held ég. Já. Nú hljótar stöngin! Hvernig fara þeir að þessu? Þeir fá 3 opin skot til þess að klára þetta. Þetta er alveg Þvílíkt og annað eins. Það er varið, það er stöngin og það er framhjá. Það var allt í þessu nema mark. Hvað var að gerast? Ég heyri hér að Albert Hárband Garðarsson Þráinsson fyrirgefið segir, eru þið ekki að djóka í mér? Og nei, ég er svo sannarlega ekki að djóka. Þetta var rosalegt. Já, þetta var skemmtilegt. En herru, ef við ekki taka okkur létt hlé, við komum aftur með seinni hálfleikinn. Já, gerum það.
verið velkomin með okkur aftur hérna í seinni hálfleikinn í Coca-Cola-bikarnum. Þorsteinn eitthvað að reyna að eyðileggja headphone-in sín, þannig hann talar ekki alveg strax. Ég að setja öryggi á oddinn. Þú vilt setja öryggi á oddinn, það er gott. Þetta nú svona, finnst mér hálfleikur í lengri kantinum. Já, ég held að menn hafa ekkert mikið að drífa sig. Ég voru að horfa á víti í Liverpool-leiknum og svona. Já, dómararnir. Dómararnir voru salir rólegir hérna frammi. Þegar 12 mínútur voru búnir á hálfleik, þá var ég að labba hérna tilbaka. Ég sé dómarar bara verið að horfa á Bournemouth taka víti og svona fyrir þá sem eru að velta fyrir sér hvernig staðan er í þeim leik, þá skoraði Bournemouth úr vítinu og mér sýndi staðan vera 2-1 fyrir Liverpool. Já, það er rétt. Og hérna, bara vonandi að Bournemouth bætiði mörkum svona. Já, fyrir alla nema Liverpool. Já, fyrir alla nema Liverpool. En það er, eins og einn góður maður segja, einelti er hópefli allar nema einn. Það er hárið rétt. Sadio Mane og Ríki voru búin að skora fyrir Liverpool en Callum Wilson minnkaði munin á punktinum. Þegar þetta er sagt þá er nákvæmlega hálftíma eftir að leiknum. En það er önnur saga. Við erum að fylgjast með þessum stórleik. Ég segi staðan 19-18 í hálfleik. 9-18. 19-18, það er nú verið skemmtilegt svona. 9-18. Draumur að gera límir. Albert Þráinsson klúraði hérna held ég mesta dauðafæri sem að sést hefur í Dalvísum. Þeir fengu ekki nema 3 tækifæri til að skora þarna í lokin en ég rætti nú við fólki í hálfleik og voru flesti bara frekar sáttir með þeir hefðu nú þó skorað 9 mörk. Já, ég held að... Herru, þetta er hárréttur dómur. Fyrst fyndið framan hann að æsa sig hérna yfir dómgæslunni. Nú hef ég spilað í mörgum íþróttum og ég hef verið í liðum þar sem maður hefur bæði verið að tapa með stóru og vinna með stóru. Það skiptir bara engu máli þegar maður er komin inn á völlinn, þá vill maður bara allt sé gert 100%. Já, það er þetta alveg rétt. Hvernig? Ég ætla ekki að segja neitt. Ég myndi vilja sjá bara langan yfir á Jón Brynjar. Og þetta var nú ágætlega gert. Heiðar Freyr Gesson skora sitt fyrsta mark í þessu leik. Já, minnst þetta var bara nokkuð vel gert hjá þeim. Það var nú gaman að þeir myndi vinna seinna hálfleikinn, þó að þeir vinna ekki leikinn. Já, það verður gaman. Þeir eru 1-0 yfir í seinna hálfleik. 1-0 yfir, ég ætla að skrifa þetta niður í muni þetta. Ég hef aldrei eftir að muna hvernig hálfleikstölunar voru annars. Þá eru við jafnmargir í liðunum. Já, Sigurður Þorsteinsson kominn inn á í liðið fram, hann spilaði ekkert í fyrra hálfleik, hörku skipta. Hann á örugglega eftir að lyfta sig upp 2-3 og fara í gegn. Þetta var mjög vel gert hjá honum. Bjarki veit hann að þetta gerir betur hana. Það er eitthvað laust í teipinu og menn að reyma skóna. Það er eitt og annað sem þarf að gera. Albert nagar þetta bara af. Já. Ekkert að flækja hlutina, gengur reyndar hálf erfilega hjá honum að naga þetta af. Ég er full að trúa þér, Albert. Þarna koma, nei. Jú, þarna kom þetta. Þarna kom þetta. Jón Brynjar komin yfir á miðjuna. Þetta er svona. Þetta eru glímutök. Mér finnst þér flauta svolítið mikið. Já, ég held að séu nú bara að passa þetta. Svona leikir geta mjög auðvitað farið í einhverja vitleysu. Ég held að séu nú bara að passa að halda þessu svona, þannig að menn sé ekki kannski að missa hausinn. Þetta var mjög vel gert hjá þér. Þakka fyrir. Í miður náðu myndaflins ekki. En Jón Brynjar klikkar hér, framararnir fara fram, Sigurður út í hornið á Andreas eins og... Það var mjög skemmtilegt, ég ánægði með hann. 3 varðir boltar hjá honum. Ég held þessi meiri sortni 4. Já, það geti vel verið. Ég ætla að gefa honum allavega einn auka ef hann... Þetta var líka svo fallegt að hann ætti eiginlega að fá 2 fyrir þetta. Já.
Komum út eins og fugli fljúgandi og greip þetta. Léta ekki plata sig. Fjölnismenn hér tapa boltanum. Staðan 1-1 í seinni hálfleik. Við ætlum ekkert að vera að tala. Nei! Okkar maður er bara kominn í haminn og hann er aftur! Þvílíkt og annað eins! Já! Hann tók tvistinn hérna. Glæsilega gert og er kominn í 6 varinn skot. Hann er búinn að loka búrinu, það er bara hann. Það er bara þannig. Staðan 1-1 í seinni hálfleik. Við nefnum ekkert að tala hvernig staðan í sjálfum leiknum er. Hún er 1-1 í seinni hálfleik og það er það sem skiptir máli. Það er það sem skiptir máli. Og Andreas hér kominn með 3 varinn skot í seinni hálfleik. Fram skorar ekkert meira í þessum leik. Andreas er kominn það. Þetta er bara búið. Þetta er bara búið. Gísli hér ætlar að fara í gegn. Það ætlar að tróða sig hann á milli. Hún er mjög þétt hjá þeim vörðin núna á framherjunum. Það er erfitt að koma sig í gegn. Albert. Vel Út í hotni, þetta var þetta mjög vel leist og... Nei. Valtýr varði þetta vel. Það er að veikina þetta var bara lélegt skot hjá Heimi hana í vinstra hotninu. Og Þorgeir Bjarki skorar hinum megin. Og staðan því 2-1 í seinni hálfleik. Vantar leikmann inn á Fjölnir, takk fyrir. Menn er eitthvað aðeins. Albert var hann þreyttur. Þú varst að segja með Þorvald Inga, bróður hans Ingimundar. Já. Þeir eru, ég sá hann í hálfleik, labbaði fram á hálfleik, þeir eru fáránlega líkir. Þeir eru nefnilega mjög líkir, sko. En eins og eftirnafnið gefur til kynna þá held ég séu bara hálfbræður, þótt ég sé ekki alveg 100%. Sammaðra. Svo eru fleiri hérna bræðratengs, það er Heiðar eða Gísli. Gísli. Gísli er bróðir Ragga Óskars, heyri hérna sagt á myndavélamannum. Þetta var alveg jæðrað við að vera skref hérna á Ragnar en það er ekki dæmt. Og skotið er. Ég er samt alveg búinn að sjá það. Arnar Birkir Hálfdanarson, hann ætlar ekki að taka eitt einasta skotið í þessum leik. Nei, hann byrjast ekki að gera það. Hann var þetta eiginlega kominn í gegn en gaf boltan aftur fyrir sig. Já, það gæti verið að sé búið að banna hann að skjóta. Kemur ekki á þar. Bara svona aðeins til þess að jafna leikinn. Jafna leikinn. Það má reyna þetta. Fótur. Bjarki Björgvinsson hér klókur að sjá sendinguna. Þessi framararnir keyra mikið í hraðaflum en svo þeir eru samt líka að stilla upp, þeir eru greinilega að nýta sér þetta líka sem æfingu. Já. Sem er rauninni það sniðu að gera í svona leikjum. Þeir eru ekkert að... Hvað segirðu? Hansson. Það er Arnar Birkir. Hann er tekinn traustum tökum hérna. Já, þetta er fín vörn hjá Fjölnismönnum hana. Það er ekki, hann með skotið. Það er greinilega mjög erfitt að hitta á þetta mark hérna með. Já, mér sýnist það. Þetta er eitthvað... Framararnir eru í sömu vandamálum og Fjölnir í fyrri hálfleik. Eins og skreppi saman. Já, skreppi saman þegar þeir skjóta það, allir er skjóta yfir. Staðan þá 2-1 í seinni hálfleik. Þetta byrjar svolítið eins og fyrri hálfleikurinn. Framararnir eru mjög erfitt með að skora og Fjölnir eru að standa vörðina mjög vel. En þeir eru líka mjög miklum erfiðleikum með að finna opnanir á framvörðinni. Þetta er eins og það er ágætlega gert og í slána hana. Fjölnismenn halda eins og að boltanum. Það er einhverjum sem vildi fá eitthvað meira heldur en bara fríkast hana. Það er alltaf hægt að reyna. Gísli að Bjarni, hann fer bara sjálfur í skot en mér sýnist hann verja þetta á Valtýr. Hann tók hennar bolta, heldur þetta sé annar boltinn hans hérna.
Ég verð að gefa fram með það. Mér finnst þeir vera í alveg virkilega flottum markmannsmönnum. Og þessi fyrsta markið í dag, nummer 93, Arnar Hvað er það þá hvíta sem kemur niður Þetta ermina hvíta sem er að gera eitthvað fyrir mig held ég. Það er að gera eitthvað fyrir þig, ok. Staðan er 3-1 í seinni hálfleik. Já, eins og þetta, ég svari, ég held að það byrja bara nákvæmlega eins. Ég held að eftir 10 mínútur í fyrri hálfleik hafi staðan verið 3-1. Já, það er bara hvort það er ekki hárrétt hjá þér. Þegar hann tók leiklega, hvort það verið eftir 8 mínútur ekki svoleiðis. Nákvæmlega. Gísli með... Hann er eitthvað ósáttur við Arnur Horn að reyndast kast í hann bara. Já, hann stoppaði þetta. Smári Klári hérna er alveg brjálæður yfir að Heimir hefur brotið á honum hann, vildi bara pressa á hann. Skal skila þessum skilabóðum til Heimis eftir leik. Ára Siggi, Arnar, Ragnar, Guðjón. Nú hlýtur höndin að bara koma upp hjá dómarunum. Jú, kemur þarna. Arnar Birgir ætlaði að fara að skjóta, hann var að flauta. Það hefur verið fyrsta skotið hans held ég í leiknum, hann hefur skotið. Hann hefur ekki skotið í þessum leik. En þetta er góð vörn hérna Fjölni. Höndin komin upp og nú styttist í að það verið dæmt leiktöf. Nei maður. Stillaði vantarlega upp fyrir Sigga. Nei, þetta er búið. Eins og framararnir héldu voru komin með nýja sóknana, en svo var ekki. Það fer beint í bakið á Artúri. Þetta var nú óvart. Já, Það var nú bara góð vörn. Ég hef alveg verið 100% að Arnar Birgir var ekki að reyna að kasta í baki á honum. Nei, en hann er eitthvað ósáttur ræðir þetta hérna með dómarann. Hann lítið svo sem við þess að segja. Eins og hann er það líka langt frá honum að Arnar Birgir virðist vera orðinn eitthvað. Komin einhver hitt í hann, fer í Bjarna og fær 2 mínútna brottvísun. Virðist vera orðinn eitthvað pirraður heila. Já, skrítið að menn séu. Að ég manni fannst þetta að vera bara svona ásetningsbrot. Já, hann var bara einu sem var hugsa var bara að brjóta. Mjög furðulegt í stöðunni 21-10 að taka eitthvað svona pirringsbrot. Það er skap í Arnari Birki, það verður ekki á honum tekið. Menn verður líka að kunna nýta á réttan hátt og temja það þegar nei, þetta er bara skelvileg sending. Alveg glóruleg sending. Boltinn kominn einhvers lengst út í sundlegu bara. Eins og við erum, ég held að Fjölnir hafi ekki unni kafla einu fleiri. Nei, þetta gengur alltaf hálf bröðsulega þegar þeir eru einum fleiri. Valdi spyr hann hvort hann eigi að koma út af. Hann satt bara að verta áfram minnavinnur. Spurning hvort hann taki ekki bara þátt í sókninni. Ég sé að hann langar það. Það er alltaf draumur í öllu markmönnum að fá að taka þátt í sókn. Þekki það. Ragnar Þór, Siggi. Nú er vörnin eins og bara ljómandi fín í Fjölnismönnum. Já, hún er búin að vera fín hérna í seinni hálfleik. Þeir eru búin að fá 3 mörk á sig á 12 mínútum. Það er ekki hægt að kvarta við því. Þennan á Andreas að verja. Hann er í honum hana. Hann veit að sjálfur hann á eigin að bolta. Það er aðeins svona að dala eftir frábæra byrjun þar sem hann tók 3 skot þarna á mjög stuttum tíma. Það er Gísli út í horni á Jón Brynjar sem... Nei, Einar Örn. Já, þeir eru... Báðir dökkarðir og númer 8. Eins eðlilegt að það nú er. Já, nú búið að... Hann er númer 18. Já, það er búið að teipa hann rönd. Já, þarna... Þetta er svona... Menn redda sér. Einar Hilmarsson kominn á blað með sitt fyrsta mark í leiknum. Staðan í seinni hálfleik 4-2. Já. Skemmtilega að segja það heldur 22 leik. Já, miklu skemmtilegra. Siggi fyrir upp.
Gefum Andreas varið skot þarna, hraðaði hlaup og... Já! Já. Bjarni Ólafsson með sitt 4. mark í leiknum. Þetta er bara... Það er 4-3 í seinni. 4-3 í seinni, eða 3-4 réttar sagt. Já. Höfum þetta rétt. En sem bara, ef Fjölnir heldur áfram að standa vörnina og kannski nær aðeins að opna sóknarlega, þá gætu þeir alveg unnið hennar seinna áleik. Já, eins og vörnin er að... Líka þegar vörnin er að spila svona, þá hefur alltaf kostin á hraðahlaupunum. Það er rétt. Ódýrum mörkunum. Víti. Albert Garðar ekki ánægður með þetta. Þetta er náttúrulega bara... Þetta er náttúrulega bara ekki víti. Og Ragnar hundfúll með að fá ekki að taka þetta. En Andri #44 Helgason fer á punktinn. Skorar af öryggi. Og leikmannum 50 með sitt annað mark, Andri Þórir. Hann er ekki búinn að gera neitt annað heldur en að hlaupa inn og alltaf taka þessi víti. Já. Þá eru Fjölnismenn að setja upp í eitthvað kerfi. Já. Það er bara skelfileg sending. Já, en að einhverjum ástæðum er þetta ekki bara orðið svona pitt í dómur eða? Ég veit þér að dæma línu en segjum að þetta hafi verið rétt hjá þeim. Eins og að dæma bolta núna. Já. Hér kemur Róbert Árni Guðmundsson sér á blað. Róbert Árni Guðmundsson. Þá kemur Jón Brynjar aftur inn á. Spurning hvort við fáum fleiri mörk fyrir honum í dag. Spurning, hann er kominn með 1 mark. Búinn að svíkja okkur Dab. Já, ég glimti þetta að ræða þetta við hann í hálfleik. Hann var svo pirraður þegar ég mætti honum að ég þorði ekki að segja neitt við hann. Arnór hér var hann að þalast fyrir í sókninni. Við heldur hægt tempóið hjá þeim í sókninni. Bjarni hér reynir skot að gera reyna en langt framhjá. Skotin verða að vera betri en þetta. Sjáum að Arnar Birkir... Þorri bara í þristinn og heyrist bara ha í Þorra. Andri Þór Helgason kominn hérna stjórna, hann er nú hotnamaður upplæði, kominn á miðuna. Hann er mjög ánægður að fá að spila hann núna. Áhugavert að Arnar Birkir hefur ekki komið inn á eftir að hann kláraði að tekja minna brottvísun, menn væntanlega er að kæla hann enn frekar niður. En þetta er vel gert. Svanur Páll Viljámsson. Ég verð að viðurkenna, mér finnst ekki skrýta hann og ekki sett hann aftur inn á. Með brotið sem hann tók hérna. Það er alveg hárrétt. Maður eins og hann sem er mikilvægur fyrir lið eins og Fram er, þá má hann ekki vera að láta nappa sig í... Nappa sig í eitthvað svona, nei. Eitthvað svona vitleysu. Fá kannski rautt á banni eða eitthvað svoleiðis. Það væri dýrt fyrir rammarana fyrir átökin í Ólís. Já. Sérstaklega þeir eru að spila á móti liði sem eru unnildalið og eru auðveldlega að vinna og engin hætta á öðru en sé að fara að vinna þennan dag. Nei. Þetta er... Þarna, menn eiga að grípa boltan, sko. Vel gert, Albert. Albert með glæsilega stungusetningu. Arnór Örvar Ægisson. Þetta er allt að gerast hjá Fjölnismönnum. Hann og Bjarni eru búin að skora yfir helming markana fyrir Fjölni. Já.
En kamerumæðurinn var að sýna okkur að staðan í Liverpool Bournemouth er orðin 3-2. Jæja, Það er ennþá sjens fyrir Bournemouth. Emre Can kom í Liverpool í 3-1 og Ryan Fraser minkar munin, korter eftir. Siggi, Andri. Siggi aftur hérna á Lúðvík. Núna gengur vörnin ágætlega. Já, þetta Þetta er bara fínustu vörn. Hendi komin upp í dómarunum. Hann reynir hér sendingi gegnum klofu og fær högg í andlitið, er alltaf næðans áttur ef Fjölnismenn fara hins vegar. Spurning hvort hann hafi ekki verið lemdur þarna. Hann var bara mjög tæpur en ég er mjög ánægð með þetta. Hann feikaði á hæsta punkti og svona sleppti annarkvort á seinustu sekundu brot á hann að lendi eða þegar hann var lendur. Þorvaldur Ingi hér skorar sitt fyrsta mark. Ég er nokkuð viss hann hafi verið lendur. Nú var ég gaman að fá að sjá þetta aftur hægt. Tæknimaðurinn segir bara nei, nei, nei. Siggi. Þetta gengur ekki. Andreas, ég veit hvað hann var að hugsa. Hann sá að markmaðurinn var frekar utalega. Hann var að spá hvernig þetta skjóta, hann hætti við. Já, Ég hefði viljað sjá hann reyna það bara. Já, algjörlega. Það hefði verið gaman. Þetta hefur verið betra hjá Fjölni í seinni hálfleik. Staðan er 7-5 fyrir fram í seinni hálfleik. Já, þessi, við erum búin að vörnin er að ná að standa núna og er að ná aðeins ná að halda. Sem er Albert hér á Arþór, Albert aftur. Og jó, Bjarni, þetta hlýtur að vera vítakast, já. Og 2 mínútur. Það var frekar klaufalegt hjá framaranum hana. Það víta 2, það er bara minkað þetta í 6-7, það var nú skemmtilegt svona í seinni hálfleik. Já, en það er svona, eins og ég segi, ef Fjölnir heldur áfram með þessari vörn, þá er ekki til fyrirstöðu að þeir geti náða að stríða þeim og vinna þennan seinni hálfleikana. Það er klálega, ég myndi halda að það hefur verið klálega eitthvað sem að þjálfarinn segir við leikmennin í hálfleik. Nei, þetta var stóðilega bara kjur og fékk hann í hendina. Ég er harður á því að maðurinn sem er brotið á ekki að taka víti. Nei, að náttúrulega segja sér sjálf, þetta er bara guðlast. Framararnir hér í sókn. Siggi á Andraði, þetta gengur ekki. Einar Örn nær þessum bolta. Það er spurning hvort að Fjölnir ætla að ná að jafntefli að vinna fyrsta einu fleiri kaflan en það í dag. Það væri gaman. Albert Jón, hann fyrir upp, vörnin tekur þetta. Albert hins vegar með, já, hérna. Sendingi var ekki góð en Væga sagt. góð dýfa heyrist af bekknum. Jæja, reyndi hann að fiska ruðning. Einar er þekktur fyrir það í auðvendeildina fiska ruðninga. Já. Það er kannski aðeins erfiðara hérna á móti framliðinu heldur en í auðvendeildinni. Þetta er fín vörn en Arþóri. Fyrst framararnir vera orðin svona hálf pirraðar á vörninni. Það er ekki bara Arnar Birkir sem er pirraðar, það er svona sést á fleirum. Hérna að vinna Fjölnismenn boltan. Nú er vörnin bara ljómandi fín. 0-0 í einu fleiri. Það er spurning hvort að við náum að skora hérna. Nei, þetta er varið. 0-0 kafli hér í
Allavega fyrsti kafli sem við töpum ekki einu fleiri, það er... Já. Lúðvík fer sér inn í gegn. Andreas var í þessum. Og leikmaður nummer 47 með til fjórðamark, Lúðvík Arkelsson. Þá er tekið leikhlé. Það er Fjölnismenn sem taka leikhlé. Ég held að þetta sé meira núna aðeins til þess að kasta mæðinni frekar en að leggja upp með einhverjar stórkostlegar breytingar á leiknum. Já. Þetta er búið að vera fínasti kafli. Kannski að dómararnir myndi hjálpa okkur aðeins og fara að gefa kannski fleiri 2 mínútur á þetta framlið. Já, dómararnir þyrftu aldeilis að fara að rífa upp bara rauð og blá spjöld á framliði, fara aðeins að búa til einhverja spennu hérna. Ekki það, ég býst ekki við að sjá hvorki rautt niður blátt hérna í dag. Nei. Þessi eini maður sem kom með 2 mínútur er Arnar Birgir og ég held að hann muni klára leikinn á bekknum. Já, það þætti mér svona eðlilega stíði þessu öllu saman. Og Bournemouth búið að jafna fyrir, á móti Liverpool. Það eru stór tíðindi úr enska boltanum. Það er bara veisla. Það er veisla. Nú ætla ég að spyrja, kamerumannin er Adam Lallana með í dag? Hann er komin inn á. Kamerumannin brjálar þurfa að vera hérna meðan þessi leikur er í gangi. Forgangsraða. Langt séðan ég sé mér í gæði handboltaleik. Það er rétt. Hér það eru 7 mínútur eftir. Staðan í seinni hálfleik 5-8. Það eru meiri gæði í þessu en Fjölnir Háká hér fyrir viku síðan í fyrstu deildinni. Það er skarplega athugað hjá tæknimanninum Smára Klára. Og þetta er, Þessi tempóið er vægast sagt búið að detta niður hérna senustu 15 mínúturnar í þessu leik. Það er vakt til orða að tekið hjá þér. Nú er hotnamaðurinn sem við varum að tala var svo stór á, hann komin í skiptuna. Jú. Hann er með stærðina í skiptuna. Andreas grípur þennan bolta. Fljótur að hugsa, kemur honum fram. Þeir eru svolítið lengi að þessu, en þetta var glæsilega gert. Þorvaldur Ingi Guðmundsson gerir þetta vel hér. Ég held hann sé samt ekki, hann er Ingimundarson eða ekki, Þorvaldur Ingi. Já, ég nefnilega var sko að spá í þess að hana því ég held að væru samfeðra. Þetta telst hér með leiðrétt. Já, ég var svona, fannst eitthvað skrítið á hann en... Framvegis verður hann bara kallaði litli bróður Silvudrengsins. Já. Framarar hér leysa þetta vel. Okkar maður ver þetta vel en Hlynur Már full fljótur að ætla að bruna fram í hraðablaup. Náði ekki frákastinu. Og aftur ver Andreas. Númer 1, Andreas Aðalsteinsson. Kom með 10 bolta. Hvað gerist hér? Aukakast. Nei, þeir eru ekki alveg búnir með þetta. Hendi 2 mínútur þarna. Greinilega hlustu á okkur hérna á hann, jafna leikinn aðeins út. Að gera. Hann er ekki alveg sáttur. Hann getur nú talið svolítið heppinn að fá ekki og fengi bara 4 mínútur hana. Já. Það þýðir vist lítið að deila á dómarann. Ef dómarinn er búinn að setja 2 fingur upp í loft þá er það bara búið í miður. Já. Hann breytir því ekkert eftir á. Ekki nema að gefa þá kannski 4 eða rauk. Já. Þá koma hér Fjölnismenn. Þetta var vel gert. Þarna! Bjarni Ólafsson hér. Staðan 7-8 í seinni hálfleik. Nú þarf Fjölnir bara að standa vörnina. Mögulega kannski vinna sinn fyrsta einu fleiri kafla. Það væri alveg draumur. Já. Það væri gaman að halda þessu svona jöfnu í seinni hálfleik. Pældi ég þetta hefði verið svona alla leikinn og við værum bara með kannski 2 marka mun hérna á 5 mínútur eftir.
þá held ég nú að annaði þjálfarinn hjá Fram væri gjörsamlega bilaður. Vel gert. Skemmtilega svona unnið hjá þeim í vörninni. Þeir eru búin að, þessi vörnin búin að vera mjög öflug hjá þeim í seinni hálfleik. Andri. Okkar maður hér. Og þessi 10. varaskot, númer 10 varaskot. 10 varaskot. Aðalsteinn. Ég gaf hann 10 á hann en ég var bara að draga eitt af. Verður ekki að gera skot fyrir þetta líka? Ég veit það ekki. Hann er 10 alveg nóg fyrir hann. Annars það stígur hann til höfuð sem hann fær fleiri varinskot. Arnar Gunnarsson, þjálfari Gallarliðs Fjölnismanna, að biðja leyktuf hérna. Þetta var varinskot. Og með sitt 40. varaskot, númer 1, Andrés Örn Aðalsteinsson. Kynnirinn, Ekki lígu kynnirinn. nei, hann sagði að hann var komið 40 varinskot. Hann hefur fengið svona 30 fyrir þetta. Já! Nú vil ég sjá Dabbi hérna. Nú hefði viljað sjá Dabbi frá Jón Brynjari. Björnsson. En við fáum það ekki. Og nú er staðreyndin þannig að staðan í seinni hálfleik er 8-8. Já, það er Það er að skamma kamerumanninn hérna, hann er ekki að fylgja nógu vel eftir. Við sendum línu á Facebookun, þetta er Örn Arnarsson, hefur verið góðsættur með upptökumanninn. Framararnir hérna. Nei. Prjóna sig í gegn. Leikmaður númer 4, Þorgeir Bjarki Davíðsson. 2,5 mínútur eftir. Úrslitin í þessum leik eru svo sem ráðin, en það er ennþá spila til heiðus. Það er 9-8 henni seinni hálfleik, það væri, eins og Fjölnismennir, það væri gaman ef við myndum ná að Það hafa verið ljómandi fínir hér í hotn. Jón Brynjar. Þetta var ekki þægilegt, þessi háverður sem að tók hana. Nei. Gjörsamlega deyja hana leikmann nummer 7, Ragnar Þór Kjartansson hjá Fram. Hann fyrir bara aftur og nú tekur Valtýr skoti. Valtýr Már Hákonarsson. Eins og hann er ennþá að kveinka sér framarinn eftir að hafa varið skoti í hávarni Jón Brynjar. Hann skýtur líka drullu fast. Ég fengi svona skoti í mig, það er ekki þægilegt. Nei. Andreas, verðu þetta drengur. Og þessi 3. leikmaður númer 44, Andri Þór Helgason. Staðan er 9-8 í seinni hálfleik. Veist þú átt að verja þetta drengstauli? Já, 10-8 í seinni hálfleik, fyrirgefðu. 10-8 í seinni hálfleik. Nei, 9-8. Allan með að við, já, heyrðu, hún er frosin þarna með skorið. Ég leit ennþá á 17-27 en staðan er vist 17-28. Já, þetta er líklega rétti dómur bara. Þetta var verð að segja furðulegu dómur. Já, þeir hafa verið nokkrir hér í dag. Gísli með skoti í slána. Náðu þessu Andreas. Já. Hann ætla bara að fara með í sóknuna. Hálf mínúta eftir. Munurinn 11 mörk, 28-17. En það sem meira mála skiptir er að staðan er 10-8 í seinni hálfleik. Þetta er búið að flottur seinni hálfleikur hjá Fjölni. Fjölnir að taka markmannin út af. Jón Brynjar fer í gegn. Núna vill ég sjá tap. Ég trúi ekki öðru. Nei, hann er ekki nefnilega ákveðið að taka það ekki. Og þar með Nú er sýnist þetta mér búið. leiktíminn vera að renna út. Þetta er, ég held að Fjölnismennirnir geti bara vel unað. Já, þetta var, seinni hálfleikur var náttúrulega bara mjög fínn hjá þeim. Við vitum að sjálfsögðu að Framararnir voru kannski ekki að spila á sinni sterkasta liði, en þá mjög gott hjá þeim að ná að standa í þeim í seinni hálfleik. Algjörlega. Þú mættir velja hvaða leikmann úr Fjölnisliðinu myndir vilja fá í viðtalinu og 5-1 eftir leikinn?
Ég náttúrulega vill klárlega sjá viðtal við Andreas Örn Aðalsteinsson. Já, Hann er náttúrulega mjög skemmtilegur. Það er mjög gaman að sjá viðtal við hann á 5 einum. það er spurning hvort við förum ekki bara að segja þessu lokið annars Jú, hér í þessi, þetta er búið að þessari útsendingu. Það var bara miklu betra heldur en að maður kannski þorði að vona. Kannski rétt í lokinni að sjá hver fær hið margróma Dominos gjafabréf. Herru, Bjarni Ólafsson hjá Fjölni Hann er að bara beint í leikmaður pítsu. númer 4 hjá Fram sem er Þorgeir Bjarki Davíðsson. Þar höfum við það. Það sem allir hafa beðið eftir. Brynjar Loftsson, leikmaður meistaraflokks kallaði á Fjölni, mættur hér til þess að hrósa sínum mönnum fyrir leikinn. Þetta var ljómandi fínt, sérstaklega í seinna hálfleik. En ef við þá ekki bara að slíta þessu og þakka fyrir okkur. Takk fyrir okkur.